Hvað segirðu að taka svona? Þetta verður ekki auðvelt, Kalli. Ég veit að það verður ekki auðvelt, en ég vona að þið reynið öll að gera ykkar besta. En góði maður, í hvert skipti sem ég ávarpa Lúlla þá brestur hann í grát. Já, það er meinið, Svalur. Við verðum öll að reyna hressan, hvert á sinn hátt. Hann grenjar að minnsta kosti einu sinni á dag. Hvar er Lúlli núna? Ég sendi hann burt, Óli. Hann veit ekki að við erum að tala um hann. Ef enginn vill segja meira um þetta mál, þá stingi upp á því að við slítum fundi áður en hann kemur aftur. Kalli, hvað eru við öll að gera hérna? Sjáðu sko, Lúlli, við erum á fundi. Og þið boðuðu mig ekki? Sjáðu sko, Lúlli minn. Þú líka. Þú ert andstyggilegur. Þið eru öll andstyggileg. Engum þykir vænt um mig. Hjálpi mér. Þarna grættum við hann einu sinni enn. Já, eins og þið sjáu krakkar, þá er það ekki auðvelt verkefni sem ég hef sett ykkur fyrir. Gerið nú það sem þið getið. Fundið þið slitið. Sigga, ertu upptekinn? Já, ég ætla til Jónu og biðja hann að sippa með mér. Getur það ekki beðið? Jú, ætli það ekki. Ágætt. Gætirðu þá skroppið yfir til hans Lúlla fyrir mig? Ég er að baka núna og mér datt í hug að gefa honum smá böku til að reyna að hressa upp á hann. Og nú langar mig til að vita hvers slags bökur honum finnst bestar. Sírópsbökur? Nú, hvernig veistu það? Nú, þær eru bestar, er það ekki? En heldur að Lúlla þykir það? Auðvitað. Það finnst öllum sírópsbökurnar þínar bestar. Þakka þér fyrir. Já, ég er ekki viss um að ég hafi mjög gaman af bröndurum, Angi. Ég hef engan húmor, skilurðu. Bella, ég skal velja nokkra auðskilda handa þér. Ég kem þér til að hlæja, Lúlli minn, þó það verði mitt síðasta verk. Gestur á matstað kallaði bálreiður. Þjónn, það er fluga í súpunni minni. Þjónninn svaraði, uss, það er ekki svona hátt, því annars var allir að heimta flugur. Að fluga í súpunni hans? Já. Æ, það er viðbjóðslegt. Nei, alls ekki, það er fyndið. Það er ekkert fyndið. Og hugsaðu um aumingja fluguna. Hvað er það að segja? Flugan, aumingja flugan, hún hefði getað drukknað. Lúlli, þú hefur á réttu að standa. Þú hefur engan húmor. Ertu vissum að hann sé ekki heima? Já, hárviss. Valdi og Jónas buðu hann í boltaleik með sig til að reyna að hressa upp á hann. Ég vissum okkur tekst betur að hressa upp á hann. Já, ég vona hann hafi gaman af blómum, Bóla. Auðvitað, það hafa allir gaman af blómum. Það var fallegt af ykkur að bjóða mér í boltaleikin, Valdi. Ekkert að þakka, Lúlli minn. Við gerum allt til að gleðja þig. Fylgstu nú vel með boltanum. Jónsi ætlar að kasta. Já, allt í lagi. Kastaðu bara, Jónsi, ég er tilbúinn. Þú ert úti, Lúlli. Hvað áttu við? Þú ert úti, Lúlli. Jónsi settið úr leik. Já, en ég vil ekkert vera úr leik. Það vill enginn vera úr leik, Lúlli, en stundum verða menn bara. Þú er þarna, Valdi og Valneta. Þú ert illgjarn. Jú, Lúlli, þetta er leikurinn. Já, þá er þessi leikur eitthvað leiðinlegur og það eru þið líka. Þið grættu mig, ég er farin heim. Okkur mistókst, Valdi. Lúlli, voru einhverjir að græta þér rétt einu sinni? Það voru Jónsi og Valdi. Þeir sagði að ég væri úti. Já, en þú ert úti, Lúlli minn. Hvað áttu við? Nú, þú ert ekki inni og svo þú hlýtur þá að vera úti. Já, ég er úti á leiknum sem við vorum í.
Já, hérna. Það gerir nú ekki til, Lúlli minn. Ég bakaði indælisböku handa þér. Hvers konar böku? Uppáhaldsbökuna þína. Það er sírópsbaka. Sírópsbaka? Mér býður við sírópsbökum. Allir vita að ég hef viðbjóð á sírópsbökum. Þú verður víst að fara að baka aftur, Pála mín. Heldur honum lítist vel á þetta? Það ætla ég að vona, eftir allt sem við höfum lagt á okkur. Sjáðu, Bóla, þarna kemur hann. Sæll, Lúlli, við erum búin að... Já, hérna. Hann tók ekki einu sinni eftir því. Nú veit ég. Hei, hvernig líst þér á að flikka upp á húsið hans? Áttu við að veggfóðra það og mála á svoleiðis? Já. Já, við höfum enga málingu og veggfóður og enga pensla eða ekki neitt bara yfir neitt. Pála á veggfóður afgangs frá því að hún var að veggfóðra hjá sér. Já, en hún vil kannski ekki láta okkur fá það. Við getum beðið þar til hún færi út og læðst á inn til hennar og hnuplaði. Nei, tekið það að láni, Bogi. Já, við getum tekið það bara að hnuppláni. Komum þá, eftir hverju verðum við að bíða. Komdu. Við þurfum ekki þessa, Bogi. Við erum konið með 2 dósir. Jú, auðvitað, þetta er hvít máling. Okkur vantaði hvíta. Þú verður þá að tegja þig hærra en þetta. Ég nægir ekki samt. Tiltu þér á tær. Þú ert alveg að ná henni. Bogi, þú hefur atað allt út. Hjálpi mér. Ætli við þurfum ekki að mála húsið hans Lúlla? Blátt. Og grænt. Ángært. Heim til Vippa eftir lími og til Pálu til að ná í veggfóður. En sá útgangur. Hver heldur hafi gert þetta? Það eru tvenns konar fótspor hérna, Emma. Svo hér hafa greinilega verið 2 ljótir hrekkjalómar. Áttu við Boga og Þremil. En þú getur ekki verið viss, Pála. Hvernig getur þú sannað það? Það er auðvelt. Við fylgjum bara fótsporunum og þau vísa okkur beint á sökudólgana og þegar ég næ þeim, þá... Allt stofugólfið útatað, það tekur mig óra tíma að gera þetta eftir fínt. Já, Vippi, en þú þarft ekki að hafa fyrir því. Þegar við erum búin að finna þá sem hafa svínað svona út, þá fá þeir nóg að gera við hreingerningarnar. Vippi, Kalli, hvað eru þið að gera hér? Það er einhver atað hvítri máling út allt hjá mér. Líka hjá mér? Þú ættir að sjá hvernig það er hjá Pálu, það er hræðileg svínastía. Komið þið öll og sjáu þið. Sjáu þið þetta þarna? Ég held að við höfum fundið sökudólgana. Já, ég vil ekki láta mála húsið mitt, takk fyrir. Það er allt í lagi eins og það er. Og sjáu þið nú hvað þið hafi gert. Þið hafi sullað hvítri málingu yfir allan garðstíginn. Nú, já, það er sagt. Sjáðu, Bogi. Ég held að við séum komnir í klípu. Og þegar þið eru búin að reynsa þetta upp, drengi mínir, þá getið þið haldið áfram heima hjá mér. Og þegar þið eru búin heima hjá Pálu, þá vil ég að þið gerið allt tandur hreint hjá mér. Þremil, mér er meinýgla við þessa erfiðisvinnu, en þér? Þegiðu, halda fram að skúra, Bogi, annars verðum við að í allan dag. Í ykkar sporum væri ég nú ekki svona fílustrákar. Ykkur